Já, góðan daginn. Ég heiti Guðmundur Gunnarsson, kemur frá Hampiðinni. Ég er búinn að vera nokkuð lengi þar Vélandi og ég hef fyrst búinn að taka þátt í þessu í vetur, svo frestaðist það aðeins smá tíma. En nú er þetta orðið klárt og ég ætlaði hérna að segja frá þróun botntrálara undanfarna áratugi og þetta er eins sem ég flutt af sjávarútvegsráðstefnunni 2015 og það er ansi mikla breytingar sem hafa farið þar í gegn. Þetta eiginlega fyrst hefst hérna 1905 þegar Íslendingar fá fyrsta skrúfudrifna gufutogara Íslendinga til landsins. Þetta er svona eiginlega uppæðilegt iðnbylting í Íslandi því að það kom svo margt samhliða þessum togara. En Einari Þorgilssyni í Hafnarfirði, honum tókst að samhæfa það að veiða fiskinn og vinna fiskinn. Og þeir gerðu það þannig að þeir fóru út á kvöldin, fiskuðu á nóttunni í Faxaflóa og Einar Þorgilsson tók þorskinn, hann var flattur, en hinn fiskurinn sem þeir fiskuðu, hann var seldur í Reykjavík, mótnana á daginn, sem svo kallað trosk. Og þetta var eiginlega svona fyrst í raunhæfur rekstrargrundvöllur togara. Fram að þessu höfðu menn, eins og hefum komið fram hér, menn voru mest að bíða eftir fisknum. En þarna er í fyrsta skipti sem að Íslendingar geta verið að elta fiskinn af krafti. Nú þetta skip var mjög afkastamikið miðað við til að mynda þau skip sem voru hérna skútur. Og hann veitti stundum meira á einum degi en skúta á heilu mánuði. Og það er til tölur ennþá samanburður, hann er alveg ótrúlegur. Næsta. Aðeins tilbaka. Þetta er mjög skemmtileg mynd sem við sjáum þarna. Þetta er sem sagt, þetta skip var 225 tonna þyngd og 30 metra langur. Og hérna, það er Bjarni Sæmundsson fiskifræðingur sem teiknaði þessa mynd. Og þarna sést að trollið, eða hlerarnir eru tengdir beint í trollið og pókinn síðan hengdur hann upp til þerrisleikla. Og þetta var náttúrulega kolatógari. Næsta. Hérna er svona þróun yfir það hvernig trollið hefur verið í gegnum árið, þannig 1895. Þar sjáum við bómutroll, þetta var svona bjálki og sem kom í staðinn fyrir höfuðlínu og síðan bara 3 hanafótur hérna. Þetta voru mjög takmarkað sem þetta veiðarfæri gat farið, en þeir voru þá að draga þetta. 1905 þá er þetta það trollið sem að hérna Kúrt er komið með hér til Íslands. Og þarna eru komnir hlerar, það er komin höfuðlína og þetta troll var notað lengi vel alveg til þessi útbúnaður. Alveg þar til 1925 og þá koma svo kallaði grandar á hérna milli. Þetta þótti alveg feikileg bylting og jók aflanum alltaf 50%. Og þá sem, síðan kom við hérna og þetta fyrirkomulag var notað áratugaskeið. Menn voru með undirvængina alveg fram í vængenda og fram að þessum tíma, 1960, þá voru togarnir eiginlega á grunnslóð, meira og minna. Það er fært, landhelgin er færð 3 mílum í 4, 1958, og 52, og 58 í 12 mílum. Og þá svona smátt og smátt þurfa togarnir að fara utar og yfir til annan landa, til og með til Grænlands, og þar voru menn bara konur inn alveg nýjar lendur sem þekkt ekki og þá var þetta tíðum að trollið það rifnaði bara þetta framan það sem það kemur fyrst í kargan eða hvað sem og það rifnuði bara framvænginir úr og það endaði þannig að menn bara létu trollið fara þannig aftur og sáu það að þeir fengið ekki minni fisk þú verið með þetta Næsta Nú Flestir togarnir voru í byrjun með svo kallaðan rópakerfi
Það fóru rópar frá eiginlega klöfum og aftur á höflinu, þaðan niður í gegn í kvartana, það voru kallað kvartrópar og það var rosaleg mikil vinna og viðgerðarvinna í kringu þetta. Það hefði til rigna náttúrulega þegar þetta lá í bræðu kannski við skipið og það var óhefið vinna að gera við þetta. Þessi aðferð var þróuð á þýskum togurum, þetta er bang upp aðferðin. Þarna fer að hífa bobbingalengjunni upp á milli gangana, trollganga. Það sést hérna til hliðar. Þetta náttúrulega létti gríðarlega mikið á mönnum, en þeir voru náttúrulega ennþá að draga restina inn á höndum. Næsta. Nú hérna er komin fram til 1960, 1970 og þá verið að fara úr sem sagt úr náttúrulegum efnum yfir í gerviefni og ég hef stundum kallað þetta hérna þöglubyltingu. Þetta var alveg gríðarlega stórt framfaraskref, ég tala ekki til og með þetta fyrir sjómennina, að fá svona efni sem að endist miklu lengur og var bara mikið betra að vinna. Hampiðan framleiddi net, garn og kala árabil og það var allt úr sísal eða manninu og 1960 þá var hérna stjórn Hampiðna, það voru eldri menn, margir sem stofnuðu fyrirtækið, sátu í stjórn og þeir vildu hérna alveg viðurkenna þessi gerviefni strax. Þannig að það var svona bara minnkaði sala á þessu eins og Arnar var að lýsa. En Hampiðan var svo heppinn að það kveiknar í lagurinn, það var tróðfullt lagur af Hampiðan. Það logaði halva mánu, Það reddaði Hampiðan. En síðan fór þetta hægt að koma og ég veit á sögu að til og með Bjarni B. Fyrirhandi hérna, gamli forsætisráðherra, það var hann sem sagði Hampiðan skal lifa. Og hérna eins og sér, þetta var gríðarleg bylting með þessi polyethylennet og smátt fór þetta svona þokast uppið. Kannski ein mesta byltingin í þessum polyethylennetum var sú að við fórum að gufustrekka netin og þá var mikið meira stabilitet í þessu, mikið betra að vinna þetta og trollin héldu sér bara einfallega mikið betur. Og þarna gamla myndin fyrir að margir sé þetta fólk að nýta handnýtanett sem að var eiginlega algjörlega hefði gert með trollnet fyrir togarana alveg fram til 1960 í heimahúsum og verksmiðjum, verkstæðum. Þetta var gífurlegur fjöldi af fólki sem að hafði atvinnu við. Og hérna erum við konur í skuttóratíðanbilið, frá síðutóra í skuttóra. Þá breytist, trollið sjálf kannski breytist ekki mikið, svona framparturinn á því. En afturendinn, þá farið að taka pokan inn og trollið að aftan skutt. En þar að það voru menn með lyftipoka eins og sést þarna á síðutónunum. Og við þetta lengist trollið, það verður svona sverara og sterkara. En það þurfti að taka þetta kannski 30, 40, 50 tonna höll inn á dekki einu í staðinn fyrir 1, 2, 3 tonn. Næsta. Nú trollnetanotkunin, ég hef svona verið að ræða við skipstjóra eða menn sem hafa voru á síðutónunum með þetta gamla efni og þeir voru að segja, svona ég tók það saman að það hefur líklega verið svona 24 troll á ári og það ekki of lítið sem að menn voru að nota af gömlu hampinum, gamla hampinum. Og þetta var náttúrulega vegna þess að hampurinn hann bara rotnaði með tíð og tíma, hljóp og var þungur, trollin fór mikið meira í botn, rifnuði meira. En á þessum tíma var helmingur af störfum háseta við áhafnarinnar var veiðarnar að vinna. Og síðan var náttúrulega heilmikil handnýting á verkstæðum og í heimahúsum. Nú síðan þegar að skuttógararnir koma inn og polyethylín eða gerviefni, að þá var það gjörbylting í þessum málum. Að þarna voru að tala um 24 troll
Mér minna að ég áætla að þetta hefði farin í 6 polyethylene troll á ári. Nú þessi polyethylene net, eins og flest allir þekkja hér inni, þau voru þetta mikið sterkari núningssóðnari, þau rotna ekki, þau eru margfalt endingarvetri. Næsta það. Nú það var náttúrulega svipuð gríðarleg bylting í glerunum sem að skvera trollið í sundur og þarna voru lengi upp að næstu því, þetta ekki 80-90 ár sem að menn voru að nota tréhlera og stálhlerarnir þeir koma hér til lands eitthvað í kringum líklega fyrir eða eftir 1970 og þóttu, já og ég hafði afsnæmið til ævisögu hans Kristins hérna hjá Berg Hugin og hann einmitt segir frá því að þegar Vestmannaeyjan kom fyrst þá koma þeir með stálhlerar með sér og þeir alveg báru af í veiði miðað þá sem voru með hérna tréhlerar og síðan ennþá meiri þróun orðin í hlerunum. Næsta það. Nú það sem hefur hjálpað okkur gegnum árin, bæði netgerðarmönnum og eins sjómönnum, það það að við fórum að skynja og sjá betur veðurfarið í notkun. Það mjög erfitt að ímynda sér hvort hvorki nót eða troll liggjandi svona eins og hrúgur alla jarðir. Maður getur illa ímynda sér að þetta tæki sig á sig ykkur á lögun. En þegar við fórum að fara í tilraunartanka og eins þegar við fórum að taka neðansjávarmyndir af trollunum að þá alveg gjörbreyttist svona að eiginlega opnuðist alveg bara nýr heimur það hvernig troll ætti að vera. Og hérna til og með þetta sést fiskur fara hérna yfir rockhopper aftur í pokan. Hampiðan átti mjög góðu samstarfi við til og með þetta Hafrannsóknastofnun og við höfum alltaf átt það í rauninni svona rannsóknir og við vorum mjög duglegir sérstaklega við botntrollið svona í kringum 80-86 og þá var eiginlega bara trollunum gjörbreytt að mörgu leyti og eru þannig enn í dag. Eins og margir muna með eldri trollin þá var alltaf svakalega mikið slaki öllum vangjum inn á höfulínu eða fiskilínu og það var sama með polyethylene, það var mikið slaki alltaf. En í dag þá þetta allt farið burt og ég held að þetta verið leiður að því að hampurinn eða sísaldinn, hann hljóp við notkun, töluvert mikið. Og þetta fylgdi yfir í polyethylene. Og síðan var þetta kannski einn bylting sem var nú hljóð líka má segja. Það var þegar menn fóru að fá svo kallaða veiðarfæra nema. Að þarna gátu menn í minnir að fyrstu nemarnir hafi verið á pokan til að sýna mönnum fyrir hvað er komið í pokan. Og það var nú orðið þannig að menn bara fóru ekki á sjó nema að vera með þennan mælinn með sig. Og síðan smátt og smátt var þetta fóru þetta framar í trollið. Í dag geta menn eiginlega mælt hvað sem þeir vilja með svona mælum. Það er höflínumælir. Það til og með þetta breytta við gríðarlega því hvað menn voru að nota langa víra við að toga. Þetta var svona standard hlutfall 1/3. Ja, menn voru að toga 100 metra dýp, þá notuðu 300 metra af vír. En þetta er alveg gjörbreytt í dag. Nú þetta orsakaði það líka, því nú að það var mjög minni trollneta notkun. Það var fyrir það sem verið að framleiða náttúrulega veðarferðir. En í dag ég áætlað svona að þeir séu að nota 2-3 polyethylene botntroll á ári og jafnvel minna. Þannig að þetta er alveg geysileg bylting sem er orðið með þessum nefnum. Og sjálf í framtíðinni þá á þetta að vera ennþá meiri bylting því að við erum allavega svona búin að setja í gang þróunarvinnu á því í hampiðinni að fara að koma ljósleiðara hérna niður í trollið. Og þá held ég að svona opnist ennþá meiri vinklir og hérna þegar þeir ætti að fara bara að trolla í beinni. Nú,
Hérna aðeins komin aðeins inn á í nema efnið sem var mjög byltingakennt á sínum tíma en í rauninni, þetta polyetinu líka, en bara framleitt allt annað máta. Og þetta mjög sterkt efni, það eiginlega með sama slitstyrk og stál, stálvík í sama sveigleika, en margfalt léttara og það með frekar litla tognun. Tölvöld mörg skip eru komið með þetta í staðinn fyrir távír, sérstaklega uppsjávarskipin. En það ekki eins góður árangur í botnrólsveiðunum. Það bara eitt skip sem búin að vera með þetta í 10 ár og það Vestmannaeyjar. En þetta komið mjög víða, þetta komið líka í botnról, það sem dæmi í höfuglínur á botnrólum og í flótrólum þá þetta mjög mikið notað allt í kringum hlerana, grandara og margna flera. Þetta hefur ekki náð mikið útbreiðslu í botntróli sjálft, í netið. Það var hugsanlega vegna þess að í byrjun vorum við bara með einfaldan hnút í netinu. Þetta mjög sleipt efni. Það vildi renna til í hnútum og var svona dálítið limpulegt mjög fljótlega. En nú teljum við okkur vera komin með nýtt net sem við kallum Advant. Og þar erum við með tvöfaldan hnút, vorum að vísu komin með það á gamla efnið. En svona það meiri stífni í því, það heldur sér betur og við höfum náttúrulega flest allir séð það troll sem svona limpulegt og það náttúrulega festist þarna á fjandlan á dekkinu sko það að vinna þetta og rifnar við það. Næst þetta. Og hérna við svona smá sýnistofn af því hvernig trollin í dag, svona séð frá hlið. Þarna til vinstri að þar svona þetta venjulega botntrollskerfi sem við höfum verið að nota áratug á skeið. Og þar inn í líka náttúrulega kemur að menn fóru að fara úr bobbingum yfir í rockhopper. Ég held að sé að vera 25 ár síðan eða meira. Það breytti miklu, vilja margir meina, sko það hefur verið meiri veiðni. Það var endingar betra og fór svona betur með mannskapinn eftir. Það vil hérna til hægri og þá þetta svona svo veiðiaðferð sem við notum í dag með hlerana. Menn svona að lyfta hlerana upp frá botni og þar að leiðandi náttúrulega þetta mun betur með botni. Ég held sjá þetta að segja það að hlerar eins og þeir voru hér áður fyrr, þessi gömlu, stálhlerar, tréhlerar, þetta voru hreinir plógar á botnum. Og ég held að bara þetta að við erum að taka hlerinu upp, svona drægi kannski úr þessu hérna umhverfis mótmælum sem að oft á tíma hafa komið saman í botntról. Við höfum verið mjög heppnir hér á Íslandi í sambandi við það, en hlustar út í Evrópu þá var þetta alveg hrein plága hvernig þeir láta gagnvart trollinu. Og eitt svona umhverfishópurinn, hann líkti botntrólinu við gjöreyðingu vopn niður á botninu. Þetta væri bara eins og kjarnorkusprengjur. Þannig að þetta svona allt í áttina. Næsta það. Nú, við höfum náttúrulega fylgst með í því að í gegnum árinu þá höfum við talað mikið brottkast. Þetta alveg endalaus umræða. En í dag þá mikið minna þetta hérna brottkast og menn eru núna farnir að fiska jafnvel bara fyrir stöðvarnar. Stöðvarnar vilja fá helst ekki léttari fiskeldur 2 kíló og það hefur náttúrulega leitt til þess að menn hafa þetta að fara að vanda sig við veiðarnar. Og þetta einn af okkar þætti í því að minnka bæði brottkast og einnig að bæta meðferðin á fiskunum sjálfum í pokann. Við byrjum á þessu 2013 og búið Sturlaugar Dánsinni og þá fellum við netið, pokann á 4 línum inn á þessa rauðu línu þarna, líkjulínur og við erum með tölvöld mikla fellingu í netinu. Þannig að netið, það eins opið eins og hægt að vera
í pokanum og náttúrulega auðveldar smáum fiski að sleppa út. Og á þessu skipi þurfi að geta, ef hann ætlaði að skipta yfir á gamla pokan eftir að við vorum búin að vera með þetta í hálft ár, að þá bara svona eiginlega fóru strákarnir í mínu sko. Það væri mikið meiri vinna við gamla pokan. Þá þurfti að vera hend út og svona drast með og svona. En þessi poki í 155 mm sko, svona feldur, að það er mjög lítið að fiskur undir 50 cm endi borð í skipinu. Allt annað fyrir bara út. Og þá náttúrulega samanskapið hlýtur maður að hugsa, erum við þá ekki svona að leggja aðeins í sparisjóðina líka og vernda stofnana. En þetta er með þetta eins og margt annað, þetta tekur tíma, en þetta er smátt og smátt að koma. Grandi var með eitt skip sem Sturlaug, núna alveg þessi ár, frá 2013, en Samherji þegar þeir komist að þessu, að það settu þeir alla ferskfiskstofna á þessa poka, sko, eða pokan á þessi skipi. Þannig að þeir hafa séð eitthvað út og við höfum heyrt það líka að gæði fisksins eru mikið betri og til að mynda hnakkastykki sem kemur úr hörstum, að það er eiginlega alveg perfekt úr þessum pokum. Já, það er hann í vídeóið. Já, nú reynir á tæknitröllir. Það sýnir hérna neðan sem á mynd að taka. Nei, nú muni hinn. Ég stekk þessa? Nei, hérna. Já, já. Technical problem? Nei, ekki problem. Þetta er neðansjóðmynd sem tekin yfir af þessum poka borð í, þetta er hérna á Sturlaughafnarhöfninni og þetta er líklega niður á svona 500 metra dýpi. Þetta er tekin bara með svona venjulegri GoPro-vél. Og við náttúrulega keyptum svona sérstakt hylki til að utan vélina og hérna þetta er bara reynst gríðarlega vel. Þið sjáum aflanema þarna, hann kemur hérna niður, það er vegna þess að netið er svo slagt að hann er það þungur mælirinn. Þannig að sjáu þið smáfiskinn að sleppa niður en fer beint niður í hlífuna, sko. Pokaleginu. En þarna er verið að toga 3,5–4 mína verð. Og þið sjáu að pókinn er allur mjög út þannig. Þarna eru konur í ufsa. Og það er búið að sanna það sko að fiskurinn hann er syndandi allan tíman í þessum pokum. Og þeir segja það til að stráka á þessum skipum að þegar þeir eru að taka 6–8 tonna haf að þá er eiginlega hver einasti líku við Spriklandi þangað til að þú er að gera öllum aflanum. Viltu hitt vídeóið? Viltu hitt vídeóið? Nei. Það er bara að sanna. Þannig að hérna þetta er líka einn svona, held ég, svona, já, töluvert stórstökk fram á við, einmitt í sambandi við þetta. Því að við heyrum til og með í dag þegar maður er að fara í vinnun á morgnana að hérna þá koma tilkynningunum skyndilokanir og maður heyrir eiginlega aldrei orðið lokun á toga. En það er, ef það er eitthvað, það er allt saman línuveðar. Nú, ég kem frá Hafnfirði, eins og sagði áður. Og hérna, Hafnfirðin er búin að vera lengi við lýði, hún er stofnað 84, þannig að hún verður 85 ára núna eftir 2 ár. Og það hefur gengið á ýmsu, það voru 13 skipstjórar sem stofnuðu þessu fyrirtæki. Þeir sáu þörf á því að geta framleitt veiðarfæri og haldi fiskiskipaflotanum úti í stríðinu. Og þetta hefur svo, og þá var eiginlega yfir mestu verið að framleiða garn og kala. Og síðan upp úr 60 og þá fer þetta yfir í að hérna framleiða trollnet og kala og við förum yfir þessa dæmt í nematræði og við verðum að framleiða net troll sjálfur, botntról og flóttról. Í dag er Hafnfirðin staðsett í 12 þjóðlöndum. Man er hvort með einhverja 30 starfsstöðar en meira. Og á síðasta ári þá bauðist Hafnfirðin til sölu fyrirtæki í Færeyjum, þetta er Vonin,
og hún tók því boði og það fyrirtæki var með eiginlega svipaða veltu og Hampen á þeim tíma. Og þá var veltan hjá Hampen um 8–9 milljarðar, þannig í dag þetta ekstra á millinu 18–20 milljarðar. Önnur breyting sem var mjög áhrifarík hjá okkur var það að það gekk mjög erfiðlega gegnum árin að fá starfsfólk í Hampiðina og það endaði með því að þetta var allt fyrst hluti til Portugals og síðan til Litáen. Þar allt efnið framleitt fyrir Hampiðina og síðan dreift það út til Netavestlands. Þannig að já, ég held sér bara komið.